auglýsingar að baki og við ætlum að setja ykkur í samband við Rangárþing Eystra. Þar menningarfulltrúin Árný Lára. Blessuð og sæl. Sæll og blessaður. Hvað segir þú í dag? Það er bara allt gott. Er það ekki? Jú. Sól og blíða eða? Ég vil ekki ljúga, sko. Ég vildi það gjarnan að það væri, en það er svona, það er örlítið vindur og smá snjór. Já, smá þæfingur. Smá þæfingur svona. Svona eins og þetta heitir hjá þessum meisturum. Já. Þæfingsfærð. Hvað er að frétta síðan síðast? Það er bara jólin eða? Já, eiginlega, sko. Nú er náttúrulega bara vika til jóla. Jú. Í aðfangadag, þannig að nú er maður að reyna að skrambla öllu saman til þess að klára fyrir jólafrí. Já, hvernig gengur? Það gengur bara nokkuð vel, skal ég segja. Já, er að mörgu að hyggja, eins og segir í ágætum texta, er margt að klára? Það er margt að klára. Nú er ég að vinna við að taka saman jólagjafir fyrir starfsfólk sveitarfélagsins. Já. Það er við höfum verið í samstarfi við SS og það fá allir kjötbita frá okkur. Smá flís? Smá bita svona. Og því miður var örlítil ófærð í Reykjavík í gær, þannig að það seinkar allt hjá okkur, sko, þó að það hafi verið gott veður hér. Já. Þannig að þá þarf maður að endurskipuleggja á allt þetta. Nákvæmlega. Já. Og svo þetta, það eru nokkri viðburðir framundan, til dæmis í kvöld, jólatónleikar tónlistarskóla Rangæinga. Einmitt, tónleikar í Hvolnum í kvöld og þeir voru á Laugalandi í gær. Mér skilst að þeir hafi verið haldnir, þrátt fyrir að veðrið hafi nú ekki verið skemmtilegt. En í kvöld eru þeir í Hvolnum klukkan 19:30. Já. Þá þetta er svona, það verið bæði spilað og sungið og allur pakkinn, það verið svona sína frá starfi vetrarins. Allur jólapakkin. Þannig að þetta verður mjög skemmtilegt. Já. Á morgun verða tónleikar barnakurs Kvöldskóla í Eyvindarhólakirkju. Þeir áttu að vera í gær. Já. Var frestað. Það eru mörgum viðburðum búin að vera frestað síðustu dag því miður. Já, því miður. En það er betra að fresta viðburðunum og allir séu bara góðir heimi á sér heldur en að vera fastir eitthvað starf. Já, ég held að það sé alveg rétt. Þannig að þetta var bara skynsamlegt. Algjörlega. Og svo ætlar, er ekki rétt fyrir mér, á morgun Guðni Ágústsson ætlar að kynna bók sína Hallgerði. Já, passar. Í Sögusetrinu. Og hann ætlar að vera þar klukkan 12, þannig að þetta verður svona hádegskynning. Og Hallgerður mun náttúrulega bjóða upp á kjötsúpu. Já, hinn bara sjálf. Já, þetta verður í boði Hallgerðar, þannig að ég myndi mæla með að fólk myndi koma og kíkja á Hallgerði. Og aðeins að heyra hana. Algjörlega. Þannig er Guðni að fara svona aðeins yfir, hann er svona að verja Hallgerði í þessari bók. Já, hann er svolítið að reyna að rétta hlut hennar, sko, í söguna, því að flestir hafa nú kannski litið á hana sem svolítið gribbu. Og svona, erfiða konu. Jú. En Guðni er að reyna svona að sýna fram á að hún hafi nú kannski haft bara nokkuð tilefni til þess að vera eins og hún var. Já. Það er málið. Og þarna verður, eins og segir, það verður kjötsúpa í boði, að sjálfsögðu. Það er bara... Þeir eru svona kjötsúpufólk. Já, nákvæmlega. Og sama tíma mun Magnús Halldórsson, sem er frá Hvolsvelli, hann mun kynna bókina sína, hann er með svona gamanmáli bók sem hann er að gefa út. Þannig að þetta verður örugglega létt og skemmtilegt. Já, þetta er skemmtilegt. Og alls það sem að Guðni kemur og þar er létt og skemmtileg stemning. Ég myndi halda það og ég treyst á það að sveitarstjórinn okkar góðvinnur Guðna mæti, þannig að þeir saman eru örugglega góðir. Já. Nákvæmlega. Svo nefndur það líka að með barnakór Kvöldskóla það verða árlegir jólatónleikar á morgun eða ekki annað kvöld? Jú, annað kvöld í Eyvindarhólakirkju sem er í Breiðafirðum. Já. Og það verður bara óstarlega falleg og góð aðventustund. Barnakór, þetta er svona litlir englar. Einmitt. Þannig að þau verða þar klukkan 8 í Eyvindarhólakirkju. Já. Nákvæmlega. Segðu mér aðeins frá þessu naglahlaupi. Já, þetta er nefnilega svolítið skemmtilegt. Ég er ánægð að komast með það. Þetta er ekki nafla, þetta er nagla. Já, það er þess að árlega hefur verið haldið naflahlaup sem er haldið í júní. Já. Þá er hlaupið Fljótshlíðina og fleiri staði. Sömu menn eru að halda úti naglahlaup og það er þess naglar eins og þú setur undir skóna þína eða undir dekk og þetta. Og þá er hlaupið á gamlársdag og þetta er hlaupið bara þorpið Hvolsvöll og þeir sem eru allra harðastir hlaupa upp á Hvolsfjall. Já. Hlið okkar fyrir ofan.
og þetta 7 kilometrar leið, en þeir sem taka fjallið eru náttúrulega að taka dálítið drjúgan spöl þarna upp. Já, heldur betur. 7 kilometrar, er það sem sagt lengsta leiðin eða? 7 kilometrar er lengsta leiðin, já. Svo er aðeins styttra fyrir þá sem að ákveða að hvíla fjallið og hlaupa bara beinustu leið heim. Já. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt og svona aðeins að hrista sig fyrir áramótin. Algjörlega. Þetta tókst mjög vel í fyrra. Það var 20 manns sem hlupi í fyrra og það er að starta við björgunarsveitahúsið og þeir svona fylgja hópnum aðeins ef ekkur skildi nú lendi í ekkurum erfileikum. Já. Og svo er skála í kampavíni þegar komið í mark. Þannig að þetta er svolítið flott. Já, sjálfsögður. Svolítið skemmtilegt. Það má, algjörlega. Á þessum degi. Já, algjörlega, sko. Og svo getur menn bara keypt flugvelda hjá björgunarsveitinni í dagrenningu. Já. Þegar þeir eru búin að hlaupa. Nákvæmlega, þetta er skemmtilegt. Nagla hlaupið, það verður gaman að fá fréttir af þessu. Já, þetta tókst allavega mjög vel í fyrra og veðrið var alveg svakalega gott. Þannig ég bara held að þetta verði mjög skemmtilegt. Nákvæmlega. Eitthvað fleira sem við erum að gleyma? Ég held að sé ekkert meira svona í bíkjar hjá okkur. Það er náttúrulega bara að koma á jól og fólk er komið í jólastemninguna. Jú. Þú ert búin að setja allt skrautu fyrir jólinn? Ég er sko búin að búin með alla pakka, jólakortin, skrautið og allt og ég veit eiginlega ekkert hvað ég á að gera af mér svona persónulega séð, sko. Bara slaka á? Já, við ætti kannski að pröfa það, reyna að finna eitthvað út í því. Nákvæmlega. Þetta er skemmtilegt, Árný Lára, ég segi bara gleðileg jól, þetta er síðasta spjalli fyrir jól. Einmitt. En við eigum síðan eftir að fara svona aðeins yfir árið, milli jól og nýjárs. Já. Ef að þú verður á staðnum, þá væri ofsalega gaman að fá þig. Já, ég gerir mitt allra besta. Það verður allavega gott verið hér. Já. Það er hvernig það verður sko hinum einn. Nákvæmlega. En hafa það sem allra best jólin og gleðileg jól og sömuleiðis. Farðu vel með þig. Já, sömuleiðis og ég óska bara öllum sem eru að hlusta til gleðilegra jóla og ykkur á Útvarpi Suðurland. Takk fyrir þetta, Árný. Takk sömuleiðis. Takk, bless. Já, bless.